önnur kakan. Maður snýr kökunni lítið eitt meðan maður breiðir út. Þá þarf minna að hringja. Þegar við systurnar verkuðum þá vorum við ekkert að því að vera hefja okkur á því að vera hringja kökurnar og bunda við þær svo við komum að vara að skera undan diski. Það er ekki hægt að hafa kökur svona eins og Auða vill líka sitt, sagði gamall bóndi einhvern tímann. Og skurðinn setur maður svo bara við annað býr til nýja köku eða bætir henni við þá næstu. Það var líka stundum safnað saman afgöngunum og litlu krakkarnir fengu að dunda sér við að breiða út og lærði þannig verkið smátt og smátt. Ef það var orðið svo hart að það var ekki talið hægt að nota það í mannamat, þá fengu kindurnar deigbíta. Það var líka í harðindum stundum hnoðað deig úr rúmjólni og gefið kindum sem þurft að hygla eitthvað, kindum eða kúm. Svo er þá hér ein lítil kaka eftir sem að þetta er að gefa barninu á heimilinu. Það var eitthvað sérstakt nafn á þessum litlu kökum sem að börnin fengu, en ég man ekki alveg hvað það var. En hér er komið smá kaka, smá kökubleðill handa barninu á heimilinu. Svo þarf að ferska það að hita helluna. Ég er ekki með lóða eldhús til þess að baka það á svo í og ég nota tæknina. Svo blikkar maður brauðið með prjóni eða gafli. Já, ef það verður vatn á heimilinu, þá verður þegar kakan verður full bökuð, þá verður tekið smjör og drepið ofan á svona með fingrunum og sett stykktið þessu upp í geiginn mitt. Nú máttu stoppa snöggast því að það er að hita þetta. Hellan er orðin heit og það verður snabbt heit og svo setjum við brauðið á. Það kemur dálítil sterkja af bakstrinum. Það hendur kannski ekki vel mjög fínum eldhúsum. Þegar ég var barn og bakað á öndavélinni, þá hitnaði hann öll. Svo þá var verið með 3 kökur í einu. Já. Og þá var nú betra fyrir að vera
handfljótur að taka kökurnar upp hvergi eftir annari svo þær brynni ekki. Því það var hinn mesta skömm hjá brauðgerðar konu að láta brauðið brenna og skemma. Kakan tekur svona smátt og smátt á sig lit. Maður verður að vera öll þolinmóður. Það þýðir ekki að brauðið verður líka betra ef það er ekki bakast ekki mjög skarpt. Þú var vanið að setja fullbakaða kökuna og í skál með vatni. Slá aðeins af henni. En ég geri það nú ekki. Ég læt það bara beint á disk og annan disk yfir svo að á jafnaði sig, sem kallað er. Það var notað talsvert mikið fjallagrös í flatbrauð. Það var til þess að drýja mjölið. Þá voru grösin hreinsuð, lögð í fleyti og söxuð með hníf og látin í degið. Fjallagrös voru líka notuð í slátur til að drýja rúmjólið. Maður hefur hér talað um bakkarbrauð á Norðurlöndunum sem var notað í Harðindum. En þetta var ekki, og það þótti nú ekki harður kostur bakkarbrauð þegar það skýrist. En þetta var, það voru engin vandræði að nota fjallagrös því að það þótti góður matur og ég hér á henni kaka tilbúin. Slíkum henni beint undir. Ég veit ekki hvort að mjög líklegt að hafa verið þetta brauð sem var haft í gömlu þulunni. Það á að gefa börnum brauð að bíta í á jólunum. Kertaljós og klæði rauð, svo komist þau úr bólunum. Væna flísa feitum sauð sem bjalla gekk á hólunum. Úr hún gamla gríla dauð, gafst hún upp á rólunum. Og upp lafantarna. Hittum dálítið. Ég er bara að passa mig upp á. Kunne vi sjå igen med vatten. Ja.